Þá skulum við skoða dæmi samfellda líkindadreifingu og þá tökum við normaldreifinguna sem dæmi og við skulum byrja á að skoða þessar R hérna, R-norm og þessi R-útgáfa af aðferðunum, hún býr til slembitölur og R-norm býr þá til tölur sem fylgja normaldreifingu og við skulum stela þessu hér, fara hérna inn og normaldreifingin svona og sjáum aðeins hvað ég að gera hér. Jú, R-norm aðferðin, við mötum hana með hversu margar slembitölur viltu. Ég vil fá 1000 stykki og ég ætla að draga þær úr normaldreifingu með meðaltal 1,72 og staðalfrávik 10. Svo ég keyri það hér og hér verður til hluturinn slembitölur og við skoðan slembitölur að þá verður þetta 1000 gildi hér. Þegar þið keyrið þetta þá fáið þið ekki sömu slembitölur og ég. Sjáum hérna byrjunin á þessu. Þið fáið einhverjar aðrar 1000 tölur en þær eru líka dregnar á normaldreifingu með meðaltali 1,72, 172 og staðalfrávik 10. Hérna geti ég til dæmis verið að herma eftir fyrirbærinu að hæð ef ég gerir ráð fyrir að það fyrirbæri fylgi normaldreifingu með meðaltali 1,72 og staðalfrávik 10. Ég get kannski hérna talað aðeins það hér, við skoðum það líka næst að í hvert skipti núna sem ég keyri hérna slembitölur þá fæ ég, skoðum bara, slembitölur og ég get beðið hérna með að nota hotklófaritháttinn. Ég beðið fyrstu 10 tölunar í slembitölunum mínum, 1,72 og svo framvegis ég ætla að keyra aftur og ég ætla að nota hérna píla upp til þess að ná í hérna aftur. Nú erum 1,63, 1,65 og svo framvegis, þannig hvert skipti sem ég keyri þetta og hvert skipti sem þið keyrið þá fáið nýjar slembitölur. Stundum það þannig að við viljum geta endurtekið nákvæmlega og fengið nákvæmlega sömu slembitölurnar aftur og aftur. Og þá getum við notað þessa set.seed skipun hér og hún stillir slembitölu gjafan. Hérna getum að mata bara með hvaða tölu sem þetta nú bara afmælisdagurinn minn, þannig að nota ég þetta oft 0204. Ef ég keyri set seed og svo slembitölur á eftir og skoða svo fyrstu 10 hérna. Ég keyri svo aftur set seed og aftur slembitölur og skoða svo fyrstu 10, þá sjáu þið, ég fæ nákvæmlega sömu gildin. Og ef þið keyrið set seed með 0204 þá fáið þið nákvæmlega sömu gild og ég. Þannig að þarna getum við notað þetta til að stilla slembi gjafan. En nú ætla ég að teikna stuðlarit af slembitölum. Og slembitölur hér, þetta vigur, þetta ekki gagnatafla. Þannig að áður en ég nota aðferðir í ggplot til þess að teikna, þá þurfti ég að búa til gagnatöflu eða dataframe úr þessu. Og ég get gert það með að nota bara hérna pípuritháttinn að ég ætla að taka þessar slembitölur og ég ætla að búa til gagnatöflu sem inniheldur bara einn dálk og sá dálkur mun heita hæð, bera nafnið hæð. Þannig að dataframe hæð jafnt og slembitölur, nú ég bara ég og eftir að keyra hérna. Ég þarf að keyra library, tidyverse, svona, ég keyri bara þannig hérna hluta að hér bara komin gagnatafla, eða fyrir ég töflungur sem jú gagnatafla, sem inniheldur bara einn dálk og nafnið á þeim dálki hæð. Þannig að ég ætla að pípa þessari gagnatöflu inn í ggplot aðferðina muniði, annars hefðu við verið með gagnatöflu sem hét eitthvað síðast, vorum við með púls, komma og svo hvað ætlum við að teikna. Þannig að í staðinn fyrir þessa fyrstu stillingu hér þá kemur þessi gagnatafla. Og ég ætla að teikna breytuna hæð og ég ætla að búa til histogram og hér ég nota binwidth jafnt og 5. Þannig að hér teikna ég. Hér stuðlarit af þessum slembitölum mínum. Þannig að það ágætt að vita
Og þetta ekki bara normaldreifingin, heldur allar þessar dreifingar, við getum dregið slembið úr þessum dreifingum með R og svo nafninu á skipununum. Heyrðu, en þá skulum við skoða P-norm, eins og ég nefndi aðeins áðan, sem að D-útgáfan fyrir samfelldar líkindadreifingar ekki áhugaverð, en P það, að því að P-norm, eins og fyrir normaldreifinguna, gefur okkur líkurnar á því að slembistærðin X sem fylgir normaldreifingu taki gildi sem minna en eitthvað ákveðið gildi sem við kallum hérna lítið X sem við mötum svo aðferðina með. Þannig að við ætla að reikna líkurnar á því að slembistærðin X taki gildi sem minna en, hvað ég var að segja, 5, þá myndi standa 5 hér og ég myndi mata P-norm með gildinu 5. Hérna, þetta litla X. Ef við erum að vinna með stöðluðu normaldreifinguna, þá eina sem við þurfum að mata P-norm með bara þetta gild á litla X, svo getum við lokað svegunum. Og staðlaga normaldreifing normaldreifing með meðaltal 0 og staðalfrávik 1. Ef við erum að vinna með einhverja aðra heldur en þá stöðluðu, þá þurfum við að tilgreina gildið á μ og gildið á sigma. Og þetta sem sagt, ég myndi bara fá villu, ég myndi keyra þetta því það ekki gildi fyrir X og μ og sigma, þetta bara til að sýna í hvað röð við mötum þetta með. Og passið ykkur á því að við mötum þessar aðferðir sem tengjast normaldreifingu með staðalfrávikinu, ekki dreifninni. Stundum fáum við uppgefna dreifnina, þá erum við að taka rótina af því og það þá staðalfrávikið. Til að reikna líkur á að slembistærð sem fylgir staðlaðri normaldreifingu, það að segja normaldreifingu með meðaltal 0 og staðalfrávik 1, taki gildi sem minni 0,8, gerum við það svona, P-norm 0,8. Líkurnar á því að slembistærðin taki gildi sem minna 0,8 eru 79% líkur, cirka bát.